Nú ætlum við að gera einfalda fjárhagsáætlun. Við þurfum að áætla hvað við ætlum að nota mikið hérna fyrir einn mánuð fyrir þennan einstakling. Hann er með 85.000 krónur í nettolaun, það er að segja útborguð laun, og þá þurfum við að áætla hvað þarf hann að borga mikið. Fyrir farsíma áskrift borgar hann 2.900 krónur. Fyrir líkamsrækt borgar hann 4.900. Og þið sjáðu, ég er búin að stilla tölureitina þannig að það komi punktur svona milli á eftir hverju þúsundi. Það er þægilega að lesa tölunar þannig. Strætókort kostar 13.100 fyrir einn mánuð. Við áætlum að viðkomandi eyði 7.000 krónum í föt. Í stregaskó 17.200 krónum, svo sem ekki útgjöld sem kom í hverju mánuði. Svona almennt í mat eyðir hann 18.000 krónum eða áætlar það. Gos og nammi 6.000. Svona annað sem er, veitum ekki alveg hvað er, 8.000. Hann ætlar að leggja 5.000 kall fyrir. Og þá þurfum við að velta fyrir okkur, hvað er þetta mikið saman? Ég get gert sama sem hérna og plúsa alla þessa reiti saman, en það er mun auðveldara að fara í, sem sagt, hérna er reitur sem heitir sjálfvirk summa eða autosum á ensku. Ít á hann og þá sjáðu, þá velur hún reitina. Ég get farið líka í að sjáðu að minnka þetta, að færa þetta til. Sjáðu, ég get fært þetta til hérna, en ég vil að hún leggja saman þessa reiti fyrir mig. Þá veit ég bara á enter. Þetta er 82.100. Síðan íti ég á sama sem. Og ég ætla að gera þennan reit mínus gjöldin. Og þá sjáum við, það er afgangur upp á 2.900 krónur sem er þá annarkvort hægt að eyða eða auka sparnaðinn. Það getur verið gáfulegt líka í svona að setja utan þetta svona ramma. Sjá þá hérna, sjá, skulum velja að setja ramma utan allar línur hérna, en af því að þetta er svona þessi reitur er svona svolítið aðalatriði, þá ætla ég að setja öðruvísi ramma utan þennan og ég gæti sett til dæmis þykkari útlínu ramma utan til dæmis þessa tvo, af því að þeir draga þetta svolítið saman. Sjáðu, nú verður taflan örlítið læsilegri hjá okkur. En þá er þessu nú bara lokið.